dag og velkomin í Gunn Hann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunn Hann. Ef þið viljið fylgja mér á samfélagsmiðlum þá er ég bæði á Facebook og Instagram undir merkinu Gunn Hann. Fyrsta mál á dagskrá er klár. Ég er búin að vera að prjóna svolítið mikið í sokkum núna. Ég er í þessari sokka áskorun minni þar sem ég ætla að prjóna 1 par af sokkum á mánuði og ég er búin að prjóna sokkana fyrir apríl og þeir eru hérna, þessir. Í seinasta þætti þá var ég ekki búin að fullklára þessa hérna en er búin með þá sem sagt og mér finnst þetta munstur koma rosalega vel út. Mér langaði svolítið að gera úr garninu sem ég fékk sent í janúar úr Sokkaklúbb Sveinu og þá þýddi ekkert að opna bara bókina 52 Weeks of Socks sem ég er að vinna upp úr. Þá þýddi ekkert að opna hana bara einhver staðar af því að ég varð náttúrulega að finna þá uppskrift sem að passaði garninu af því að í þessari sendingu þá fékk ég eina hespu af þessum ljósa lit og svona smá hespu af bláum. Og ég fór og fletti bókinni og fann þessa hérna sokka. Ports Light, númer 8. Uppskriftin er gerð fyrir fínni prjóna, en þar sem ég ákvað að prjóna þessa á prjóna númer 3, grófari heldur en sagt var til í uppskriftinni, að þá ákvað ég að gera sem sagt minni stærðina og aðtók að það myndi ekki bara passa. Og það gekk svona ljómandi vel upp að þeir bara passa mjög vel á mig. Ég var svolítið hrædd þegar ég var búin að þvo þá og svona að þeir yrðu kannski of stórir en það var ekki. Það gekk alveg. Hérna er sem sagt munstur, svona gatamunstur. Sést nú ekkert mikið, það eru svona kúlur hérna. Svona ein kúla í hverju munstri. Ég á síðan von á sendingu úr Sokkaklúbbnum núna næstu daga og er svolítið spennt að sjá hvaða gatn ég fæ og það verður, ég vonandi get þá prjónað sokka úr því fyrir maí. En allavega aprílsokkarnir eru komnir. Ég ætlaði að vera búin með peysuna sem ég er að prjóna en það gekk ekki upp hjá mér af því að þegar maður er komin á ermaprjóna, ég átti eftir ermarnar, þegar ég er komin á svona styttri prjóna, ermaprjóna, að þá verður öðruvísi álag á hendurnar og það bara gekk ekki upp hjá mér. Ég gat þetta ekki. Þannig að ég er búin að sjá það að ég get bara prjónað smá í einu. Og þannig að það tekur aðeins lengri tíma. Ég ætla svona að fara að vinna í því núna að klára þessa peysu. Mér langar svo að hún verði búin. En það sem að ég gat ekki prjóna svo mikið ég lagði hana eiginlega svolítið frá mér út af verkjum og þá dreif ég bara í sokkaprjónunu. Svo var ég að ná í eina peysu sem ég byrjaði á í sumar. Ég sá á Instagram hjá einni danskri þar sem hún var að prjóna peysur úr íslenskum lopa. Þetta myndi mig svolítið á spottapeysuna sem ég sýndi ykkur daginn. Þar sem að þetta er gert úr alls konar litum og spottum nema að þetta er prjónað sem sagt slétt prjón og náttúrulega miklu grófara þegar er lopinn og hún lítur svona út. Ég er búin sem sagt með bólinu upp á höndum. Svo lagði ég hana frá mér núna í haust og hef ekkert lagt í að fara að prjóna hana. En ég held að ég geti farið að halda áfram. Ég held að hendurnar á mér, að því fyrst í haust að þá gat ég ekki prjóna með grófum prjónum. En ég ætla að prófa þetta núna. Ég gerði þetta svona svipað eins og þegar ég var að hekla teppin úr ullarútsaumsgarninu. Það er að segja, ég valdi bara liti saman og
klippti niður í spotta, nema núna þá splæsi ég ekki garninu saman, heldur bind ég spottana. Og hér er ég búin að gera hnykil sem að ég á eftir að prjóna úr. Ég bind spottana saman í staðinn fyrir að splæsa þá og og það var svo aðferð, það er svo aðferð sem að sú danska notaði, þannig ég ákvað bara að fara eftir því sem að hún gerir. Og þá kannski sést aðeins sumstaðar í hnútinn, en það er líka bara allt í lagi. Hérna sést aðeins í hnút. Ég ákvað bara að fara eftir því sem að hún var að gera. En það er svolítið gaman að vinna svona peysu, þar sem er fullt af litum og maður þarf svona að pæla í hvaða litir eiga saman, en samt ekki of mikið, af því þetta er svona svolítið líka bara hvað gerist. Og ég held að þessi verði svolítið, hún verður skrautleg og verður gaman að sjá hvernig hún kemur út. Undanfarnar vikur þá hef ég ekki verið að segja frá því í hverju ég er, en ég ætla að byrja á því aftur núna. Ég ætla að segja frá því sem ég er í. Er þetta eitthvað sem ég hef gert eða hef keypt frá einhverjum hönnuði eða eitthvað svona. Þannig að setur kannski líka svolítið pressu á mig kannski að klára eitthvað af þessum flíkum sem ég á hálfklárað. En allavega, það sem ég er í núna, það er kjóll frá Fluga Design. Hún selur hönnun sína í skúmaskot á Skólavörðustígnum. Þetta er 3. kjóllinn sem að ég kaupi af henni. Fyrsta kjólinn keypti ég fyrir mörgum árum síðan og hef notað hann alveg óheyrilega mikið. Ég fékk annan kjól fyrir nokkrum árum líka og hef líka notað hann mikið. Það er þessi hérna. Þetta er svo þægilegar flíkur. Þetta er svona eiginlega uppáhaldsflíkurnar mínar, þessi kjólar frá Fluga Design. Ég get nú ekkert sýnt hann mjög vel, þið sjáu hann nú ekkert neitt rosalega vel svona á mér. En ég held að þetta sé þá bara komið hjá mér í dag. Ég hef ekkert að sýna ykkur sem varðar útsaum eða vélsaum. Hef lítið gert af því undanfarið og við sjáumst eftir hálfan mánuð. Takk fyrir og bless.